Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi, í aðventu, í kreppu og faraldri. Við sitjum hér og erum alltaf að reyna átt okkur á samfélaginu sem við lifum í og stundum kemur hingað Ragnar Aðalsteinsson og við ræðum við hann og aðra gesti dómsmál og í síðasta þeirra þátta að þá voru við að ræða stjórnarskrárna og Ragnar eiginlega óskaði eftir því að fá að ræða rétt almennings til uppreisnar. Og það tilefnið sem við setjumst hérna niður og auk Ragnars eru hér Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar og hún líka ein af nýmenningunum sem ákærðu voru í búsáhaldabyltingunni fyrir brot gegn valdstjórninni og gott ef ekki fyrir árás og sjálfræði Alþingis ef ég man rétt. Hér líka Jórunn Edda Helgadóttir, lögfræðingur sem var dæmd fyrir brot gegn valdstjórninni fyrir að standa upp í flugvél og mótmæla brottvísun hælisleitenda. Og svo Ævar Kjartansson útvarpsmaður hér sem var ákærður ásamt heilum hermanna við Mývatn fyrir að sprengja stíflu í Laxá fyrir, bráðum 50 árum held ég. Það verið öll velkomin, en ég ætla kannski að byrja á þér, Ragnar, að byrja þig að slá svona inn í þetta hver er réttur almennings til uppreisnar? Maður myndi halda það að almenningur ætti bara að halda sig á mottunni og hlýða yfirvöldum og lögreglunni. Höfum við rétt til þess að gera uppreisn? Tilefni þess að ég myndist á þetta í þætti með þér daginn, Gunnar, var að ég hafði verið í útvarpsviðtali og þá var ég spurður hvað væri til að ráða þegar að almenningur gæti ekki haft áhrif á Alþingi við meðferð stjórnarskrármála og þá nefndi ég meðal annars allt þriti réttin til uppreisnar og það kom afar mikið á þáttastjórnandann. Ég get vitnað það, ég hlusta á hana þátt og maður heyrði þögnina leggjast á þá. Þá áttaði ég mig á því úr því að þessi ágæti maður hafði aldrei heyrt talað þennan rétt að þá liti það sama eiga við fleiri. Það merkir að við höfum ekki rætt þetta mikið hér á landi. En þessi réttur á sér auðvitað langa sögu og hefur verið ræddur meðal þeirra sem fást við stjórnskipun og heimspeki lengi vel. Við getum kannski nefnt fyrir 2500 árum í Kína þegar á tímum Konfúsíusar. En við skulum hoppa fram í tíman og nefna katólska heimspekingin Thomas Aquinas sem sagði að óréttlát lög var engin lög og hann taldi að ef að kúgun valdhafanna gengi úr hófi þá hefði þeir rétt á því að breyta stjórnskipuninu með uppreisn eða byltingu. Og þessi hugmynd hún kemur víða fram og ef ég mætti nefna Snorra nokkuð Sturluson að hann lýsir því í Heimskringlu þegar Þórgnýrsson, lögmaður af Tíundalandi, var að reyna að koma á sáttum milli Ólafs stygra Noregskonungs og Ólafs Svíakonungs og ekki gekk á milli að þá sagði bændaskarinn og hann í nafni bændaskarans sem var á þinginu í Uppsölum að þeir vildi engan ófrið og kúgun hafa og hóttuð að drepa konunginn, setja hann af og jafnvel drepa. Þannig að þessi hugmyndum uppreisn almúgans hefur á sér langa sögu. Og síðan auðvitað þegar nær okkur degur þá verður ekki hjá því komist að vinnast á John Locke. Hann var auðvitað náttúruréttarsinni eins og Thomas og Aquino og hann, þetta er alltaf spurningum í sjálfum sér, eru menn sammála réttinn til uppreisnar eða réttinn til byltingar sem fólgin í því að setja þau stjórnvöld af sem ganga svo langt í kúgun að það óþolandi fyrir almúgan. Og þá þessi réttur sem hluti af náttúruréttinum og Locke hafði síðan áhrif langt fram í tíman, þar á meðal á frönsku byltinguna og sjálfstæðri yfirlýsingu Bandaríkjamanna á sínum tíma og allt til okkar daga þegar þetta tekið upp í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna rétturinn til uppreisnar.
það eru nokkur hugtök sem kannski rétt að nefna, það rétturinn til byltingar og rétturinn til uppreisnar sem ég tel vera það sama, síðan rétturinn til andofs og rétturinn til borgaralegar óhlýðni sem annað og vægara. Byltingin eða uppreisnin, hún stefnir að því að koma innum kúgandi valdhöfum frá og setja aðra ekki að gera það sama, heldur við breytta stjórnskipun þar sem að vilji almennings birtist í hinni nýju stjórnskipun. Það það sem ég kalla lýðræðislega uppreisn eða lýðræðislega byltingu. Og það merkilega að í ýmsum stjórnarskrám þá eru ákvæði sem að gefa undir fótinn með andspyrnu, viðnám og jafnvel byltingu. Þetta oftast í því tilviki að í stjórnskipun hefur tekið gildi í ríki og þá ég að tala lýðræðisleg oftast og þá verið að veita stjórnvöldum framtíðarinnar þá aðhald að eiga yfir höfðu sér byltingu eða uppreisn ef að þeir framfylgja ekki þeim lýðræðishugsjónum sem að fólk aðhyllist og settur í stjórnarskrá. Fyrir 10 árum var gerð á þessu rannsókn og þá var 5. hver stjórnarskrá í heiminum með ákvæði að minnst kosti andóf og jafnvel uppreisn. Þannig að fyrirbrigðið allvel þekkt. Og ef við komum að Íslandi þá ættum að gera það en seinna. En þú myndir vilja sjá svona í íslenskri stjórnarskrá sem út af aðhalds og svona stöðu ógninni sem í svona ákvæði fælist. Já, það ekki nauðsynlegt að það sé í stjórnarskrá. Þetta réttur sem að stafar að því að hið innsta vald í samfélaginu í höndum landsmanna og landsmenn afhenda það til bráðabirgða til fulltrúa sinna og ef að þeir ekki standa sig og ganga gegn þeim hugmyndum sem að alþýðan býr yfir og krefst viðurkenningar á, þá þetta að setja þá af og koma nýrri stjórnskipan sem byggir á vilja fólksins í landinu. Nú geti ykkur hugsað sér svo að Thomas Aquino eða John Locke voru að vísa til samfélaga sem ekki voru jafn lýðræðislega okkar, þar sem að réttur almennings var ekki jafn virtur, þar sem var ekki almennu kosningaréttur. Þannig að þegar við erum í slíku samfélagi sem almenningur kýs valdhafana, þingið og þingið velur ríkisstjórn, hvaðan kemur þá lögmæti uppreisnarinnar á móti þessu? Fulltrúalýðræðið sjálfsögðu afar veikburða og dýr okkur stundum skamt. En réttlætingin að sjálfsögðu ætið svo að allt vald kemur frá fólkinu í landinu. Það einn fullvalda þjóð sem að ræður lögum og lofum og ef ekki farið eftir vilja hennar, þá ekki annað að ræða en að breyta reglunum þannig að hægt sé að lífa við sóma og sæmd. Þessi eins konar borgarleg skylda hvers fyrir sig að reyna það í það minnsta. Það er margir sem þetta fjalla telja að þetta ekki bara réttur, heldur líka skylda. En ég get nú ekki boðið upp á íslenskt byltingafólk, en ég get boðið upp á fólk sem hefur verið með borgarlega óhlýðni, mótmæli og reyndarrit sem hefur verið með spellvirki. Jórunn Edda, þú ert nýdæmd fyrst í héraðsdómi og svo núna í síðustu viku varstu dæmd í landsrétti og þú ert dæmd fyrir brot svo að sé fresta refsingu og þegar maður skoðaði dóminn að þá það frestun á refsingunni litið sem svona virðing fyrir tjáningafrelsið þitt og málfrelsi og réttin til að mótmæla en samt ertu dæmd. Já, það akkurat málið að og þetta hefur náttúrulega verið svolítið línan sem að valdhafar hafa verið að taka á dómstólar í málum sem þessum að þegar allt þrítur þó sé ekki hægt að dæma fólk fyrir aðgerðirnar sem slíkar að það sé þá dæmt samt fyrir að fara ekki að fyrirmælum eða eins og í þessu tilviki tálmun á störfum lögreglunnar á meðan að við samt
komum hvergi nálægt einu sinni lögreglunni, sko. Þetta er í raun og veru óþolandi, ekki bara persónulega, heldur vegna þess að þarna er í raun og veru mikill sigur sem felst í þessum dómi fyrir tjáningarfrelsið ef hann fengi að standa einn. En þarna eru líka mjög sterk skilaboð send út til þeirra sem að ætla að gera sig líklega til þess að taka þátt í einhverjum mótmælum á einhverju tagi, vegna þess að mjög gjarnan koma einmitt til sögu einhver lögregla á einhvern hátt. Og þó að málið sé í raun og veru í stórum dráttum unnið, þá endum við í, sko, núna þá sjáum við fram á að það verði 7 ára ferli að hafa þetta yfir okkar höfði. Þetta eru næstu í 5 ár liðin frá því að atburðurinn átt sér stað og nú sjáum við fram á 2 ára skilorð til viðbótar auk greiðslu málskostnaðar. Þannig að þetta er ekkert lítill persónuleg fórnarkostnaður sem felst í þessu að fara út í þessar aðgerðir. Ég spyrja einu, er málið lokið ykkar hálfu? Ætlið að áfrýja að fara með þetta lengra til mannréttindadómstólsins? Eða er sigur ykkar nógu mikið að það er eiginlega ekki verjandi að fara að halda áfram? Ég býst við þessi mikil persónuleg óþægindi og svona álag að vera með svona mál í dómskerfinu. Ætlið þið að sætta ykkur við þessa niðurstöðu eða ætlið að fara með þetta lengra? Sko, við Ragnar höfum enn ekki komið saman til þess að ræða þetta til hlítar, en eins og ég sé það núna, þá hef ég hugsað mér að hlíta þessum dómi. Hann er þarna er farið út í bara ákveðin skilyrði sem setti fyrir dóma sem varða tjáningarfrelsi og þar leiðandi mótmælafrelsi og því leyfi í raun og veru almennings til þess að standa upp fyrir réttindum sínum og annarra og það er mjög mikilvægt. Þarna eru samt ákveðin atriði líka sem að ég tel nokkuð alvarleg og það væri svo sem áhugavert að fá betur heyra hvað Ragnari finnst það eins og þetta við séum dæmdar saman. Við erum ákærðar saman sem einstaklingur, við erum dæmdar saman og þarna til dæmis atriði að fara ekki að fyrirmælum flugverja að það í raun og veru telst sannað á Ragnheiði en við erum báðar dæmdar fyrir það. Þetta virkar á mig sem hóprefsing í raun og veru og það verður áhugavert að heyra hvað Ragnar hefur að segja fordæmisgildi þessa. Svo er náttúrulega, það er ýmislegt svona hitt og þetta sem þetta tína til í þessum dómi sem ég er alls ekkert sátt við. En við fórum náttúrulega út í það að áfrýja málunum til að byrja með vitandi að sennilega myndum við ekki persónulega koma betur út í því, heldur vonast til þess að lýðræðið og tjáningarfrelsi kemur betur út í því og við horfum allavega fram á það með þessum dómi. Þannig við svona fögnum sigri á sama tíma og við sjáum fram á að vera refsað fyrir það. Hver er sigurinn? Er það rétturinn til að mótmæla? Þangað til að lögreglan sé ykkur að hætta því? Akkurat. Það er ekki stór réttur að mega þangað til að lögreglan mætir. Eins og ég segi, ég hefði mikið áhuga að heyra betur hvernig Ragnar túlkar þetta, hvernig hann sér þetta. Hann kannski vil bara koma með svona einskot núna. Já, endilega. Ragnar, hvað segir þið? Það hefur gengið afar erfiðlega að fást við mál sem fjallum réttindi mótmælenda hér á landi. Og lengst af var það þannig að ef yfirvaldið gaf fyrirmæli að stöðva mótmæli og mótmæli voru ekki stöðvuð, þá var það orðið refsiverð. Það var ekkert verið að fjalla í sjálfum sér mótmælin, heldur óhlýnuna við valdið. Í dómum sem hafa gengið á allra síðustu árum, fyrst í málinu Good Morning America á Austurvelli og síðan í málum Hraunavinna og að lokum í þessu máli, þá hefur aðeins mjakast í rétta átt. Það þessi viðurkenning í þessu síðasta dómi Landsréttar á réttinu til að mótmæla og ég skilða þannig að dómstóllinn telji að ákæruvaldið verði að sýna fram á
hvað sé ólögmætt við framferði mótmælandans, það sé ekki hægt að skipunum að hlýða nema að sú skipun sé lögmætt í þeim skilningi og hún eigi rétt á sér og það setja rökstiðana. Þannig að það var það vist framfara skref í þessum dómi og aftur á móti þar sem að ákæruna sem að verjendur gagnrýndu mjög var að það var öllu slegið saman ákæratriðum tveggja ákærðra og óljóst hver á að hafa gert hvað. Og mér fannst Landsréttur sleppa ákæruvaldinu allt of ódýrt að því leitinu til. Það var full ástæða til þess að taka sérstaklega á því. Ákveður heldur að verið að þær eru spiltað saman að því að þær eru bara þær eru hópurinn, þær eru óþekku krakkarnir og eiga sér ekki alveg eru ekki aðgreinanlegar í augum þeirra sem sömdu ákærunar. Já, en þeir sem fást við að gefa út ákærur, þeim vissulega kunnugt það að það ekki hægt að sakfella menn í hópum, það verður að gera grein fyrir athæfi hversum sí og sýna fram á að það sé refsivert, en ekki að ákæra hóp manna. Það var gert í þessar ákæru og það dæmt raunverulega án þess að gera athugasemdir við það, ef ég skil rétt. Já, það var þá heldur skárri í Landsrétti heldur en í héraði vegna þess að það var Landsréttur telur að flugfreyjurnar hafi sýnt fram og sannað að báðar ákærðu hafi hagað sér með tilteknum hætti og síðan bætt við að önnur þeirra hafi sjálf gefið út ákveðna yfirlýsingu sem að var til þess að sanna endanlega þennan refsiverða háttsemi sem talið var í gangi. Herra Jórunn, ég átta mig á því að við tölum eins og að allir hlustendur þekki atvikin sjálf. Þá var það þannig að þið fóruð borði í flugvél þar sem var verið að flytja fólk nauðugt frá landinu í brottvísun og þið stóðu upp og hvöttuð aðra farþega til þess að stöðva för flugvélina. Var þetta rétt frásögn svona sirka? Já, ég vil kannski bæta í við að sá flóttamaður sem að þetta snýrst allt hann hafði verið hér á landi í 4 ár. Og ég hafði fylgt hans máli allt frá upphafi og hópur fólks unnið að hans málum eftir löglegum leiðum og hann var með lögmann sem hafði af mikilli eljusemi sinnt hans máli og hann hafði fengið margar alls konar neikvæðar ákvarðanir í sínum málum. Þegar að loksins berst jákvæð ákvörðun frá kærunefnd niðurstaða að það megi ekki vísa honum úr landi. En nokkrum dögum seinna hann handtekinn og honum á samt að henda út. Ég tel þessa ákvörðun og þessar aðgerðir ennþá ólöglegar af hendi stjórnvalda og það sérst Útlendingastofnun sem fer þarna gegn niðurstöðu kærunefndar og fær lögreglu í lið með sér til þess að framkvæma þessa ákvörðun, sína á móti niðurstöðu kærunefndar sem æðra stjórnvald í málinu. Hann sérst handtekinn og honum vísað úr landi innan sólarhrings. Hann búinn að vera í 4 ár og innan sólarhrings án þess að fá að kveðja vini, vandamenn, taka saman dótið sitt og svo framvegis og pakka og auðvitað takast á við mjög erfiðar tilfinningar að þá er hann í járnum á leiðinni úr landi og sér fram á að vera vísað áfram til Nígeríu þar sem hann hafði orðið fyrir mjög alvarlegum ósóknum Boko Haram sem hefði bæði myrt bróðir hans og hoggið hann í höfuðið, það var mikið ör á enninu eftir það og var mjög kvalinn vegna þess í langan tíma. Og hann hafði verið í 4 ár, ég hafði sinnt hans máli persónulega og hann var góður vinur minn og ég hreinlega gat ekki setið hjá og horft upp á þetta gerast án þess að reyna það sem ég gat til þess að koma upp fyrir það og eins og ég sagt áður þá í raun og breytir engu hvaða endanlega niðurstaða fæst þetta mál, ég get ekki séð eftir aðgerðunum, ég get ekki annað heldur en af fullum huga og hjarta staðið með þeim og bara vera ánægð með það að við höfum farið út í þetta og reynda að koma með fyrir að þetta myndi gerast.
Óréttur sem að manninu var beittur að það hafi verið svo alvarlegur að það verið borgarleg skylda okkar að stíga upp og mótmæla og reyna að hindra ofbeldi sem hann var fyrir að hálfu hins opinbera. Svoleiðis. Alveg algjörlega og svo náttúrulega það ferli sem tekur við þetta í gegnum dómstóla og Ragnar hefur líka tekið þátt í, akkurat að berjast áfram fyrir þessum rétti að mega standa uppi fyrir velferð og lífum náungans, fólks mannslífum. En samfélag sem að viðurkennir ekki slíka rétt bara fullkomlega súrt samfélag og þarf að breyta. Sólveig Anna, þú varst ákærð ásamt 8 öðrum fyrir að gera tilraun til þess að fara á þingpalla þegar að þingverðir vildu að stoppa það, að almenningur færi á þingpalla og það voru löng málaferli. Mér langar eiginlega, ef þú gerir ekki atvikalýsinguna mína, þá langar mér að spyrja málaferli, það að vera ákærð út af svona, brot gegn valdstjórninni og mér minnir að í þeirri ákæru hafi verið vísað til ákvæða í lögum sem voru með lágmarksrefsingu upp á 1 ár og það var krafist mikillar refsinga. Það var raunverulega sagt í ákæru að þetta fólk hefði ætlað að taka völdin í landinu og taka völdin af Alþingi. Já, af þingpöllum. Taka völdin, já. En það telurðu að ákæran sjálf hafi verið svona átt að kenna fólki að svona hegðun væri ekki líðandi á Íslandi? Já, ég tel að ákæran hafi sannarlega átt að senda þau skilaboð með mjög svona skýrum og greinilegum og ofbeldisfullum hætti. Og hér var nefndur persónulegur fórnarkostnaður áðan. Ég held að það hafi náttúrulega verið tilgangur með þessu að reyna að gera persónulegan fórnarkostnað mótmælenda bara svo mikinn að fólk myndi aðeins svona harðsvíruðustu glæpamenn myndi hafa áhuga á að taka þátt í svona aðgerðum. Ég segi bara eins og Jórunn segir, hennar mál og það sem að hún dæmd fyrir náttúrulega annars eðlis því að hún náttúrulega bara directly að bjarga lífi manneskju. En ég sá aldrei eftir þátttöku minni í þessu en auðvitað var þetta orðið mjög langdregið og það var erfitt að hafa það einhvern veginn svona hangandi yfir sér að möguleikinn á því að vera raunverulega dæmd í fangelsi væri til staðar. Og þegar fólk hefur svona eitthvað reynt kannski að gera lítið úr því og láta eins og það hafi verið svona óþarfi að hræðast það, þá hef ég ávallt verið mjög ósammála því vegna þess að ákæran hún lögð fram en svo skipt saksóknara í ferlinu áður en svona eiginlega mál hefst og þá hefði náttúrulega verið tækifæri fyrir ákæruvaldið að svona draga úr heftinni og draga úr refsigleðinni og svona þessum brútalisma en það gerðist ekki þannig að í mínum huga var það náttúrulega algjörlega staðfest að vilji ákæruvaldsins til þess að við sannarlega yrðum dæmd bara mjög harkalega var mjög raunverulegur og ég trúi því að það hafi ekki verið nema vegna þess að við höfum auðvitað góðan lögmann og góða lögmenn með okkur í þessari vegferð. Það hjálpaði mikið en ekki síður var það náttúrulega svo staðreynd að við náðum að byggja upp bara mjög svona sterka andspyrnu, náðum að koma saman hópur fólks og til dæmis blogguðum úr réttarsal, bara fluttum fréttirnar beint þaðan, auglýstum það að við værum að blogga og hvar hægt væri að lesa bara
orð frá orði allt sem að gerðist og með því náttúrulega náðum við að sýna fram á með svo ótrúlega skýrum hætti hversu fáránlegt þetta væri og hversu málflutningur ákæruvaldsins væri á endanum bara fáránlegur. Og það held ég að hafi haft svona ótrúlega mikil áhrif til þess að á endanum vorum við bara 4 sem að vorum dæmd og við 4 sem vorum dæmd hlutum ekki þunga refsingu. En já, ég tel að það sé alveg ljóst að það hafi verið farið í þessa vegferð af hálfu ákæruvaldsins til þess að senda mjög skýr skilaboð til svona uppreisnar seggja hvað væri boðlegt og hvað ekki og við skulum heldur ekki gleyma því að á þessum tíma var náttúrulega mjög stór og öflug mótmælahreyfing í gangi og fólk var að beita sér bara með mjög svona róttækum og markvissum hætti. Við reyndum að frelsa pólitískan fanga Hauk Hilmarsson af lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Við stöðvuðum útsendingu kryddsíldarinnar með mjög áberandi hætti og allt kulmineitaði þetta svo í því að ríkisstjórnin féll. Þannig að við vorum náttúrulega sannarlega að gera stóra, markvissa og mjög róttæka hluti og þegar við horfumst í augu við það og munum líka hversu harkalega lögreglan gekk fram þá tel ég bara augljóst að það hafi sannarlega átt að senda mjög skýr skilaboð þarna. Hún nefnir hérna 2 ákærur. Ertu að segja það að þegar fyrri ákæran kemur að þá það kannski nær þessum, þessi róstur á götunum og kannski valdstjórnir hrædd og svo þegar seinni ákæran kemur að þá sé eiginlega ljóst að sú vofir ekki lengur yfir valdstjórninni og þá hefði kannski mátt búast við því að hún væri svona mannulegri og tæki kannski meira tilliti til rétt fólks til þess að mótmæla. Var það sem áttur við með þessum? Nei, það vel ekki það sem ég á við. Heldur það sem ég á við að maðurinn sem útbýr ákæruna upprunalega bara maður sem í mínum huga flokkast sem fulltrúi svona afturhaldsarms Íslands. En þegar hann getur ekki lengur séð málið bara sökum einhverja tengsla við einn málsaðila þá tekur Lára Vaff Júlíusdóttir við og þá hefði maður svona geta ímynda sér að kannski aðeins svona eðlilegri sýn á mannréttindi og réttindi fólks til þess að bara berjast fyrir hugmyndum sínum og fá að lifa sem frjálsir borgarar í lýðræðisríki að þær væru svona kannski aðeins mildari en það var svo sannarlega ekki svo þannig að það svona það sem ég kannski þegar það gerist þá áttaði ég mig á því bara hversu mikill og innilegur vilji valdastéttarinnar á Íslandi var til þess að senda þessi skýru skilaboð og hversu mikil svona einbeiting var innan þeirra raða í því að láta það gerast. Ragnar, hvað segir þú þessa ákæru og þessi réttarhöld? Þetta, þegar maður les atvikalýsingu, maður til nú einhverja myndir líka, þá þetta nú, ef maður á að vera svona, þá þetta krakkar að reyna að komast inn á pall Alþingis. Maður sér ekki að þarna sé verið að steypa valdstjórninni. Ég ætla samt að segja að við vorum náttúrulega stór hópur af, í þessum hópur voru náttúrulega svona þekktir róttæklingar og við vorum mjög einbeitt og við vorum vissulega kannski meðalaldri en ekki hár en við litum svo á að við hefðum bara fullan rétt til þess að gera þetta og við ætluðum ekki að láta neita okkur þann rétt. Þannig að ég vil svona aðeins andmæla að því að þetta sé eitthvað svona bernskubrot. Já, ég var ekki að gera lítið úr þessu. Ég var að segja að í sjálfu sér hefði mátt orða þetta svona og segja það var ekki, það alltaf að maður sér ekki alveg ógnin af því, hvað átt að gera, að fólk hafi trúað í að Alþingi yrði hertekið. Var samræmi í ákærunni og atvikunum, Ragnar? Atvikalýsingin og kröfurnar á hendur ákæruvaldinu birtust í bréfi frá skrifstofu Alþingis og ég tel víst að yfirmenn þingsins sjálfs hafi gefið þau fyrirmæli til skrifstofunar og það þar sem að þessar stóru ýktu kröfur að finna
og ákæruvaldið lætur undan og ákærir fyrir stórfelld brot langt fram yfir það sem að tilefni var til og lætur þannig undan kröfum Alþingis. Það minn skilningur á þessum kröfum og það var ákæruvaldið barðist til þrautar. Það var vonlaust fyrir okkur sem vorum varnarmegin að fá aðganga í ýmiss konar gögnum sem við vildum fá og þó við skytum því til Hæstaréttar þá fengum við enga samúð eða stöðning þar. Þannig að máli var að fílitið mjög erfitt. En fannst þið vera samhengi á milli atviksins og þyngdar ákjörunars? Ég var að segja það að ákjæran gekk allt og langt. Já. Herðu, þá förum við 50 ára aftur í tímann. Ævar, sko þótt að Jórunn og Sólveig Anna hafi notið stuðning svona hóps í kringu sig, það væri fólk sem að studduðu heilslugar, að þá var það ekki svona almennu stuðningur í samfélaginu, þetta ég geti fullyrt. En þegar að stíflan í Laxá var sprengd að þá var mjög almennur stuðningur í Mývatnssveit og mjög fljótlega bara almennur stuðningur við ykkur sem að tóku þátt í að sprengja það í samfélaginu öllu sem að svona í samhenginu að svona hljómar sem miklu alvarlegri verk. Þetta eru svona þeir sprengduð stíflu sem hefur verið reist þarna og síðan áir rann þá frjáls sína leið. Virkar svona sem alvarlegri heldur en að standa upp í flugvél eða reyna að komast upp á þingpalla. Hvað þetta? Er það samfélagi sem hefur breyst? Andrúmið í samfélaginu öðruvísi? Var meira svona skilningur á rétti fólks til þess að mótmæla fyrir 50 árum heldur en núna? Hver er ástæðan fyrir þessum almenna skilningi sem að þið nutuð? Já, ég held að skilningurinn hafi nú ekki verið neitt meiri fyrir 50 árum. Hins vegar var þetta mál, þá var það, við nutum þess sem eins og þú nefnir, að almenningur taldi þetta í rauninni eðlilega varnaraðgerð gegn aðilum sem höfðu farið illa með bændur og sýnt bændum í rauninni fyrirlitningu með framkomu sinni. Og það er kannski kemur að þessu samhengi að Laxárvirkjun var, þessa stjórn Laxárvirkjunar var í rauninni altså andstæðingurinn í þessu tilviki og það var engin vettvangur til þess að ræða eða takast á málið í fljótu bragði. Það var allavega matbænda, forsvarsmanna bænda, að þeir hefðu engan í rauninni aðganga að því að ræða við stjórn Laxár til dæmi. Og það væri nauðsynlegt að grípa til einhverja þeirra aðgerða sem dygðu, sem vektu mikla athygli og þetta, auðvitað má segja að þetta dæmi eins og bara sést nú í ágætri mynd sem var gerð þetta, Hvellur, að þá sést að þetta var í rauninni mjög vel heppnuð aðgerð að þessu leitinu til. Og kannski, mér langar bara til að nefna það í framhaldi því sem Ragnar sagði hérna í byrjun, að auðvitað ákveðin kannski undirliggjandi viðurkenning á því að menn geti skapast þær aðstæður að menn hafi fulla ástæðu til og fullan rétt til þess að grípa til aðgerða. Og ég var nú bara að fá í hendur hérna áðan bók eftir séra Gunnar Kristjánsson, þar sem hann að tala um Matthías Jochumsson og hans hugarheim. Og þar einmitt kemur fram að altså þeir Amerikanar, sko, það transcendentalistar sem Matthías Jochumsson var í ákveðnum kynnum við, það voru menn eins og Thoreau og fleiri sem einmitt lögðu mikið upp úr réttinum til borgaralegrar óhlýðni og þar vitnar Gunnar einmitt til Lúthers í þessu sambandi að í ritinu góðu verkin sem Lúther gaf út 1521 og talið svona eitt af grundvallarritum í rauninni siðbótinni. Þar meiri segja, og ég segi meiri segja vegna sem margir hafa nú ekki hugsað sér Lúther sem einhvern sérstakann byltingamann, en auðvitað var hann það að vissu leyti, og hann leggur mikla áherslu á nauðsyn þess að stoppa vond og kúgunar stjórnvöld af með einhvers slags uppreisn.
það verði að stoppa vonda valdhafa af og það sé skylda, og í hans orðfæri og hans samhengi, það skylda hinna kristnu að gera það. Vegna þess að það að leggja flatur fyrir kúrónum, það samræmist í raun ekki hugsunarhætti hins kristna manns. Þannig að ég held að í tilviki Laxár sprengjunnar þá hafi þjóðarsálinn tekið einhvern kipp vegna þess að þarna fundu menn inn á það og menn fundu það að þarna var verið að bregðast við ekki af einhverju sérstakri uppreisnar girni eða strákskap, menn voru í fúlustu alvöru að verja hagsmuni sína. Síðan vill svo til að þetta tengist auðvitað sem svona nývöknuð umhverfisstemning í landinu. Þannig að þetta fékk allt í einu svona viðtækari skírskotun heldur en bara einhvers konar hagsmunastreita milli ákveðins hóps bænda og stjórnar Laxárvirkjunar. Og það var mjög áberandi í þessu máli að menn vildu fá refsingu. Það er að segja, það stundum verið að tala það að einkenni borgaralegar óhlýðinni sé það að menn séu ekki að forðast refsingu, að menn vilji láta reyna á það alla leið. Og þegar átt að sækja tiltölulega lítinn hóp til saka fyrir þetta spellvirki, þá tók miklu stærri hópur sér til og kærði sig inn á sakarskrá. Og vegna þess að menn vildu, auðvitað var það líka taktík að vera nógu margir, þannig erfitt að eiga við að dæma mjög marga. En það sem sagt, stemningin var svo að við ætlum að gera þetta allt saman fyrir opnum tjöldum leið og þetta uppvíst orðið og menn reiknuðu fastlega með því að verða ákærðir. Og dómur sem fjall í þessum máli, hann var nú, hann svo langt síðan, ég man nú allar hvernig hann var, nema það var einhvers slags, ég man að hann var lesin yfir mér og hann var held ég skilorðsbundin sekt, það var mjög óvanlegt fyrirbæri. En þarna var þarna var allt svo að nætur þeli getur við sagt, eða kvöldi dags, tóku menn sig saman, þetta var skipulagt býsna vel, menn tóku sig saman og eyðilögðu mannvirki sem menn héldu fram að hefði verið reist á sínum tíma í óleyfi. Og þannig að það var að réttmæti þeirrar byggingar og allrar aðferðar Laxárvirkjunar var mjög dregið í efa. Eins og getum við sagt að þegar ég að hlusta á þær Jórunni og Sólveigu, að þetta auðvitað, svona mál auðvitað mjög svona misvíð eða misströng og stundum, ég hef reyndar verið dæmdur í annað skipti fyrir að stöðva almannaþjónustu í landinu, þar að segja í byrjun BSRB verkfalls árið 1984, þá stöðvuðu starfsmannafélag útvarps og sjónvarps útsendingar Ríkisútvarpsins 4 dögum áður en verkfall hófst og það var andsvar við ákvörðun fjármálaráðherra að greiða ekki út laun, þar að segja, menn fengu ekki einu sinni laun þessa 4 daga. Og þarna var á ferðinni voru átök sem voru hluti af stéttabaráttu, launabaráttu og allir reiknuðu með því að þetta bara strikað yfir þetta svona þegar verkfalli lyki. En þá voru það ákveðnir einstaklingar út í bæ sem kærðu stjórnir starfsmannafélagana fyrir það að hafa stemt almannaöryggi í hættu og í rauninni, ég segi nú ekki landráð, en það var allavega ákæran var mjög alvarleg. Manstu hvað dómurinn var í því? Varstu dæmdur þá líka eða? Ég verð nú að viðurkenna, ég bara man það ekki. Ég bara man, þetta er að rifast upp fyrir mér núna þegar við erum að tala um þetta, en ég man ekki til þess að það voru engar fésektir en eitt slíkt. Þannig að þetta var nú svona, þetta endaði nú vel fyrir okkur. Þú lætur vita að það rifast upp fleiri svona dómar sem það fengið. Já. Það segðu mér eitt, þegar voru mótmæli sem voru líka sprottin af svona umhverfisvernd við Kárahnjúka, þá gekk lögregla og yfirvöld svolítið fram að einhverju hörku.
Fannstu til samhljóms með því eða fannst þér þá harkan í þeim málum vera meiri heldur en að biðurðu varir við í eftirmálum kvelds með sprengjunars í Laxá? Sko það var miklu meiri harka í Kárahnjúkamálum og þá var enda komin upp þessi staða sem þarf að segja hverjir eru það sem að mótmæla. Sko þar var allt í einu komin hópur duglegs fólks sem í rauninni vildi mótmæla þessu svo sem eins og fyrir hönd sjálfsagt þjóðarinnar og náttúrunnar og framtíðarinnar, en það voru ekki endilega eins og í miðkvíslarmálinu, þá voru þetta fyrst og fremst staðarfólk, það var fólkið í kring, það var fólkið í sveitinni í Aðaldal og Mývatnssveit sem tók sig til og var að berjast fyrir sínum réttindum, en þannig að í Kárahnjúkadæminu þá var allt í einu komin upp svo staða að það var svona eins og lítill hópur fólks sem voru svona eins og atvinnu mótmælendur og svo var það hópur lögreglu sem tók það sem sitt hlutverk að reyna að berjast við þennan hóp og gera þeim lífi leitt og í rauninni að reyna að láta þetta líta út sem einhvers slags, ég segi nú ekki hryðjuverkastarfsemi en svona alltaf því. Það var heræfing NATO á þessu tíma sem var eiginlega gengið út frá því að ógnin stafaði frá svona hryðjuverka náttúruvernda sinnum. Jú, já. Þannig að það var miklu, það var í rauninni svona ef við lítum á þetta sko í svona í ljósi reynslunar að þá var það náttúrulega miklu alvarlegra mál og kom miklu meira inn á þetta sem við höfum verið að tala um hérna, þar að segja réttin til mótmæla. Þar var verið að draga hann í efa. En í rauninni í miðkvíslardæminu þá var enginn að draga réttin í sjálfu sér í efa þó að hérna aftur þarna voru unnin ákveðin skemmdarverk á eignum. Steinsteypa hefur alltaf verið Íslandingum kær og þarna var verið að sprengja steinsteypstan vegg að þá þótti það eðlilegt að ákæra fólk en það var í rauninni enginn að segja eða mjög fáir sem sögðu því það er ekki rétt til þess að mótmæla. Þannig að þarna er heilmikil munur á. Munurinn er líka sá að svona sagan er þannig að þeir sem að sprengdu stífluna eru eiginlega svona sigurvegarar sögunar. En hérna Jórunn, upplifir það að hérna þið sem að voru að mótmæla þarna að það sé að verða vendipunktur og þið séu svona réttu megin sögunar eða gæti verið að þau sem að fara að dæmi ykkar bara lengi ennum sinn myndu vera svona, hvað við segja, svona jaðarsett og skilgrind sem ógn við samfélagið á meðan að þetta er svona þegar ég og Ævar er að tala um þetta, þá er talað um þetta að sé svona gömul gamansaga eiginlega, þetta er svo léttvægt og skemmtilegt til upprifunar, en það er meiri ógn svona í því hvernig það var tekið á ykkur og hvernig er tekið á mótmælendum sem að mótmældu við Kárahnjúka og þeim sem hafa verið að mótmæla meðferð á hælisleitendum og flóttafólki svo undanfarin ár. Er það ekki, Jórunn? Já, það hefur náttúrulega alveg mjög gjarnan verið tekið harkalega á mótmælendum, sérstaklega þegar lögregla til þessi komast upp með það einhverju leyti, eins og maður sá til dæmis í búsáhaldabyltingunum leið og mannskarinn minnkaði, þá fór lögreglan alltaf að ganga fram að miklu meiri hörku og sérstaklega þegar fjölmiðlar hurfu og það voru færri myndavélar á lofti og slíkt. Ef stuðningur almennings er kannski tvíræður, þá virðist lögregla bara ganga miklu harkalegar fram að því hún til þess að geta komast upp með það. Hún metur það sem svo að hún hafi stuðningur umverulega við harðri framgöngu sinni, þegar jáfnvel þótt að þjóðin var klofin. Eitthvað slíkt, já. En sko, þessi réttur til mótmæla, jú, þessi dómur náttúrulega að minnst er mögulegur vendipunktur og hérna það þarf að ganga lengra og þarf að fá það viðurkennt að einmitt að truflanir og sko fyrirmæli og störf lögreglu að þau séu ekki eitthvað sem að sé sett fyrir aðgerðum sem eru mikilvægari heldur þau störfi að þau fyrirmæli. Það er svona, sko, það er náttúrulega, hún hefur verið til umfjölluna líka hann að 19. greinin
þá fyrirmæli lögreglu ekki, Ragnar? Og það annað sem að já, einmitt, Ragnar hefur kannski getur gert betri skil en það sko að það þurfa að vera að fyrirmæli lögreglu þurfa að hafa lögmæti, að þau séu ekki bara út í bláinn. Það var náttúrulega orðið þannig að lögregla gat gefið hvað fyrirmæli sem var bara sem henni hentaði og fólki bara fara eftir henni. Þetta hefur verið að breytast, þetta mjög mikilvæg breyting. En það sama samt aðeins eins og þarna það aldrei skoðað hvort að þessi aðgerð að vísa flóttamannum úr landi, hvort að hún hafi verið lögleg eða ekki og hvort að þá aðgerðir Útlendingastofnunar og þar af leiðandi lögreglu hafi verið löglegar til að byrja með. Við komum hvergi nálægt lögreglu en við erum samt sem áður dæmdar fyrir tálmun og störfum þeirra. Við erum náttúrulega að mótmæla ákvörðun stjórnvalds og lögregla framfylgir henni en við erum ekki sjálfu sér að reyna að koma í veg fyrir tilgangur aðgerðana ekki að hafa áhrif á lögreglu sem slíka, við erum samt dæmdar fyrir það. Og það þetta að þegar lögregla að framfylgja ákvörðunum stjórnvalda að þá má lögregla í raun og veru ekki verða einhvers konar hluti af leiknum hana. Það er aukaatriði. Það verður að vera aukaatriði vegna þess að það eru ákvörðunir stjórnvalda sem eru til skoðunar, sem verið að mótmæla og það verður að horfa á þannig. Sólveig Anna, lítur þú svo á að þið nýmenningar hafi notið víðtæks stuðnings í samfélaginu eða var kannski meiri hluti samfélagsins á því að jú, það má mótmæla en kannski ekki svona og ekki þið og ekki þessu tíma og ekki þessu augnabliki eins og oft er? Ég held að það hafi verið svoleiðis og því ég bara svona hugsa tilbaka sem ég svona bara eitthvað að gera núna meðan við erum að spjalla og ég að hlusta á ykkur tala, ég svona rifja upp þannig að ekkert kannski ofsalega langt síðan það gerðist en þó svolítið langt og bara svo ótrúlega margt annað sem hefur gerst síðan en þá var það náttúrulega svoleiðis að þú veist það var farið fram gegn okkur með mjög svona hatrömmum hætti í svona í fjölmiðlum og svona hvernig svona var talað okkur, það var mjög markvisst reynt að draga upp mynd einmitt af einhverjum bara fólum og illmennum og svona glæpahyski og svo framvegis, góðvinum lögreglunar og svo framvegis og ég held að ef við hefðum ekki beitt okkur með þeim hætti sem við gerðum og barist svona markvisst gegn þessu, þá hefði þetta mögulega náð einhvern veginn að ráða stemningunni en svo auðvitað var mjög stór hópur af fólki sem hafði verið aktíft í þessari mótmælahreyfingu sem studdi okkur bara frá fyrsta degi og sem studdi okkur með ráðum og dáðum og mætti og barðist fyrir okkar hönd og var tilbúið til þess að beita sér á ýmsum vettvangi og þetta var bara náttúrulega frábært fólk sem með sinni samstöðu auðvitað gerði mjög mikið til þess að koma svona stemningunni af þessum svona afturhaldssinnaða stað, þessum svona Davíðs Oddssonar stað, þar sem að allt fólk sem hlýðir einhvern veginn ekki öllum lögmálum hins borgaralega kapítalíska samfélag bara automatist einhvern veginn svo ömurlegt að það bara best að loka það inni sem allra lengst. Ég man það líka núna bara meðan ég að tala að fyrir ekkert mjög löngu síðan þá birtust staksteinar í Mokkanum þar sem að það var harmað mjög að ég hefði ekki verið dæmd í langt fangelsi og þú veist, þetta var, í upphafi var þetta þannig að þetta var erfitt og það voru sagðir hryllilegir hlutir og svo framvegis en það breyttist og ég held að undir lokin þá hafi það almennt verið svoleiðis að fólk var búið að átta sig á því hversu fráleitt þetta allt sem var og hversu brjálæðislegt það var að vera búið að draga 9 manneskjur í gegnum þennan klikkaða sirkus. Og ekki kannski allir því að þess að þú segir að þá staksteinir. Já, ég meina það náttúrulega bara þessi greiðlega afturhaldssinnaði
valda mikli hópur í íslensku samfélagi sem bara eru þetta mjög raunverulegur og hefur ennþá því miður alveg gríðarleg tök og mikil völd. Fallegur bókatitill sem hérna Kristjánsstaðar í Epoli, það að segja sko mannréttindi námið staðar við Staksteina, það komist ekki alveg leiðin. En fyrir ekki Ragnar, þú... Sko það sem ég ætla að segja og tengja við réttin til uppreisnar að á þessu tímamarki þá var það mjög nálægt í að það væru skilyrði til uppreisnar og til þess að senda þá sem að mjög aldrei fóru heim. Það fór reyndar þannig að ríkisstjórnin gafst upp og fór frá völdum en það hafði engar breytingar í för með sér á stjórnskipuninni. Það voru sömu reglur sem var stjórnskipun sem gildi eftir sem áður. Og það sem að okkur hefur gengið erfilega með að fá þá sem að dæma til að mynda þessum málum til að skilja er að í langflestum tilvikum mótmæla þá tilgangurinn sá að bæta samfélagið en ekki til þess að veikja það eða skemma það. Og dómstólar eiga afar erfitt með að skilja það að það þarf að sýna ákveð umburðarlyndi þegar að menn tjá skoðanir sína með þessum hætti sem að við höfum verið að ræða núna og að það hefur og mótmæli hafa einhver óþægindi för með sér sem að verður að umbera. Þannig að við eigum sko nokkuð langt í land með þetta en ég minni þó á að til að mynda þegar Lárus Páll var handtekinn fyrir framan sendara Bandaríkjamanna í Reykjavík þá var hann með skilti sem alit og gangstéttinni sem ástóð friður eða eitthvað álíka, ekki aggressíft og lögreglan kom og vildi að hann færi og hann sagði nei, ég er hér í fullum rétti, ég hef ekkert gert af mér. Lögreglan tók hann samt og hann var dæmdur í héraði. Það fékkst ekki áfrýjunarleyfi til Hæstaréttur synjaði áfrýjunarleyfi sem sýnir sko skilningin á mótmælum eða vanskilningin á mótmælum og þetta hefur aðeins skánað með þessum síðasta dómi. Það er viðurkenning á því að lögreglan eða flugverjar get ekki gefið mönnum fyrirmæli nema að það sé lögbrot framið eins og gerðist í raunavinnamálunum. Svo telur að lögreglan og ákæruvaldið verða að taka tillit til þessa dóms í framtíðinni. Það sjálfsögðu. En segðu mér Ragnar, hvenær má maður sprengja stíflu og hvenær má maður stoppa flugumferð? Þú ert að segja að þessi borgarleg skylda að vera með uppreisn gegn óréttlæti. Hvað getur nefnt svona dæmi? Ég ætla að byrja fyrir að nefna dæmi eitthvað sem í gangi í samfélaginu núna sem gæfi tilefni til uppreisnar. Já, ég skal nefna dæmi. Það gerðist fyrir 8 árum að 2/3 kjósenda hér á landi komst þeirri niðurstöðu að það veri rétt að löggjafarvaldið sem fer með stjórnarskrárvaldið legði tiltekna tillögu stjórnlagaráðs til grundvallar nýrri stjórnarskrá í landinu. Og síðan eru 8 ár og það verður ekkert gerst. Og þetta er einhver alvarlegasta aðför að lýðræðinu hér í landi sem ég get nefnt. Og vegna þess kannski hversu það gerðist hægt en ekki sem einn atburður, þá urðu engin átök. Þetta leiddi ekki til verulegra átaka til dæmis þannig að fólk væri út á götur og það er kannski vegna þess að við hér á landi erum töluvert valdhlíðin. Það er svona einveldis bragur á mörgu hér og það þarf mikið til þess að við bregðumst við. En þarna var tilefni til þess að íhuga hvað gera skyldi, en það gerðist ekki. Kannski líka vegna þess að það er engin kannski skýr tími þegar í ljós kemur að þingið ætlar ekki að vera eftir þessu. Það tekur langa tíma að venja þessu. Sólveig Anna, það var minnst á aðgerðir starfsmannafélags Ríkisútvarpsins. Frá þeim tíma hefur löggjöfin verið þrengd enn frekar og þrengt að rétti almennings til verkfalla og að grípa til aðgerða. Það
starfsmönnum óheimilt að fara í setuverkfall og fleira sem að fólk mátti kannski á 8. áratugum, ég held að náði alveg þangað. Hvað í svona kjaradeilum, og kjaradeilur og verkföll og verkalýðsbarátta verkalýðsins hefur kannski byggt upp samfélagi eins og Ragnar var að vísa til að þeirra mótmælu okkur aðgerðir það var yfirleitt til þess að bæta samfélagi og það bara staðreynd að á 20. öld var það þannig en nú alltaf verið að þrengja þessu réttindum og það friðarskylda og þegar samningar eru þá má verkalýðurinn ekki grípa til aðgerða. Þessi borgarlega skylda sem að Ragnar að vísa til, nær hún yfir þetta? Ætti fólk sem í kjaradeilum til dæmis, flugvirkjar sem voru að fá sér lög og það var náttúrulega fleiri verið gripið inn í verkvöld, fleiri starfsstétta á undanförnum árum. Kemur að því að starfsmannahópur eða starfsstétt á ekki að sæta þessu, heldur að fara áfram og reyna að brjóta ísinn, brjóta vegginn til þess að búa til sóknarfæri fyrir fleiri og ná sínum rétti fram. Þú meinar þá að hlíta ekki friðarskildunni sem að ríkir á milli... Til dæmis eða lögum á verkfall, nú verið að leggja til að jáfnvel að ríkissáttasemji verði falin það vald að geta fresta verkföllum og það eru svona mörg ákvæði sem er svona álitamál fyrir hóp sem í baráttu hvort hann eigi að hlýða eða hvort hann eigi að halda baráttuna áfram. Hvor hefur rétt á því við að halda baráttuna áfram eða eigum við að hlýða valdhöfum sem að segja okkur að hætta því. Og við náttúrulega í Eflingu höfum núna á þessum síðustu árum verið að nota verkfallsvopnið með markvissum hætti og við höfum sem sagt verið Eflingar félagar, verka- og láglaunafólk hafa farið í verkfall, bara sem sagt alvöru stór og áhrifamikil verkfall sem að engu að síður hafa þó verið algjörlega lögleg og við höfum gætt þess mjög vel að einmitt vanda mjög vel til verka vegna þess að í fyrsta lagi það náttúrulega svo að verka- og láglaunafólk hefur ekki staðið í svona markvissri róttækri stéttabaráttu mjög lengi og þess vegna hef ég bara metið það sem svo að það verði einmitt að vanda eins mikið til verka og hægt Ég vil ekki axla þá ábyrgð að hvetja mína félagsmenn í Eflingu til þess að kjósa með verkfalli og þurfa svo einhvern veginn að una því að félagsdómur kveði svo upp að ég hafi ekki undirbúið verkfalli með réttum hætti. En auðvitað það svo akkurat á þessum tímapunkti að við erum á mjög erfiðum og skrýtnum stað. Við erum annars vegar á þessum kannski svolítið svona, ég kannski ekki hægt að tala ennþá upphafsreit, en þó á einhvers konar svona upphafspunkti endurnýjaðrar róttækrar stéttabaráttu og svo erum við með forsvarsmenn atvinnurekanda, fólkið í samtökum atvinnulífsins sem að ætlar sér greinilega að gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að berja þessa stéttabaráttu niður með eins markvissum hætti og hægt og eru núna að hvetja mjög til þess að einhver markviss vinna sé í gangi hvernig leikreglurnar á íslenskum vinnumarkaði séu og svo framvegis. Þannig að það náttúrulega ekki annað heldur en hægt þá að hugsa til þess. Ég meina hvað þýðir raunverulega hið íslenska vinnumarkaðsmódel? Hvað græðir vinnuaflið, verka- og láglaunafólk, fólki sem að dæmt til þess að selja aðgang á vinnuaflinu sínu fyrir allt og lágt verð, arðrændustu meðlimir samfélagsins. Hvað höfum við grætt á því að lifa innan þessara ótrúlega svona ströngu reglna sem að gilda á íslensku vinnumarkaði? En svo leið og við hugsum það, þá á sama tíma hugsum við það ekki
algjörlega fatalt á þessum tímapunkti með þetta fólk í forsvari að opna eitthvað á það að breyta þessari vinnulöggjöf eins og hún er. Þetta eru bara flóknar og stórar og erfiðar spurningar. Þú ert að tala að auka rétt launafólks til aðgerða. Ég veit að Samtök atvinnulífsins vilja breyta vinnulöggjöfinni til þess að skerða. Vilja skerða og vilja verulega skerðana mjög verulega. Sko við náttúrulega erum bara á þessum stað og ég er þess fullviss að ekki bara hér á Íslandi heldur bara allstaðar í veröldinni munu náttúrulega bara næstu áratugir og við vitum ekkert hversu lengi munu bara einkennast af síharðnandi uppreisnar tilraunum jaðarsetts fólks, verkafólks, flóttamanna, ég meina við horfum á það sem hefur verið að gerast í Frakklandi núna, þar sem að skelfilegt lögregluofbeldi opinberast, rasískt ofbeldi, við höfum hér verið að ræða einhvers konar hryðjuverk til þess að náttúru frelsa á. Þetta náttúrulega eitthvað sem að hlýtur að fara að gerast með sífellt svona meiri og útbreiddari hætti þegar að það er augljóst að hin kapitalísku ríki eru algjörlega ófær og óvilju það að stemma raunverulega stigu við loftslagsbreytingunum sem að munu leiða skelfilegustu ógæfu mannkynssögunar yfir okkur öll og svo framvegis. Þannig að ég held að alveg sama hvaða skoðanir ég hafi á þessum málum eða við, þá séum við óumflýjanlega að fara inn í tíma sem að munu óumflýjanlega einkennast af síharðnandi stéttaátökum, stærri mótmælahreyfingum og auðvitað sífellt einbeittari vilja þeirra sem telja sig eigenda alls mannlegs samfélags til þess að berja niður þessar uppreisur. Þannig að bæði hér á Íslandi og annars staðar held ég að við séum að fara að sjá einhverjar miklar og stórar breytingar og það er þá bara eins gott að fulltrúar vinnandi fólks og óvinnandi fólk og svo aðrir sem að vilja berjast fyrir betra samfélagi fyrir fólk nái að stilla saman strengi sína og orða kröfur sínar með þeim hætti að það sé hægt að byggja víða og stóra samstöðu. Ég veit að þetta er mjög víðfeðmt og stórt svar við kannski frekar svona afmarkaðri spurningu en ég ætla samt að leyfa mér að hafa þetta sem svari. Við sættum okkur við það, sættum okkur við þetta svar. Ævar, Og það er aðeins inni það er náttúrulega, þetta svona lítur svolítið, ég er alveg sammála sjálfur, þetta lítur svolítið þannig út framtíðin. En það er náttúrulega líka svolítið undir stjórnvöldum komið hversu mikil harka verður í þessari baráttu og fer eftir því hversu mikið þau eru tilbúin til þess að láta undan, til þess að koma til móts við fólk og kröfur þeirra áður en að kemur til hörku. Það þarf að hlusta fólk, það þarf að hlusta samfélagið, það þarf að leyfa jöfnuði og réttindi fólks að njóta sín og þá þarf ekki að verða harka, það þarf ekki að verða svona mikil barátta ef það eru allir og þar á meðal valdhafar tilbúnir til þess að skapa almennilegt samfélag áður en það gerist. En svona vísaði til þess að það væru hugmyndir valdhafa að þrengja verkfallsréttinn og það er svona eins og þessi frekar að labba í hináttina heldur en að þú ert að fara óskeftir. En ef að sú leið er farin bæði af þeim sem fara með pólitíska vald og þá sem að fara með atvinnufyrirtækin í landinu að herða að þeim sem að eru á launum, þá vitum við alveg hvað eru að kalla yfir sig og það vita þeir líka sjálfir og þess vegna er alltaf þessi sérstæki línudans hvað þeim að láta marga brauðmóla rökka út af borðinu í dag þannig að við komumst hjá átökum. Já, það er hinn eilífi leikur stjórnvalda, leita því. Sko, má ég aðeins koma inn í þetta? Sko, það er nefnilega þessi barátta við þar sem í rauninni barátta sem beinist að stjórnvöldum og eins og Ragnar nefndi þetta alvarlega mál
stjórnarskrármálið, stjórnarskrártillögunar. Þetta er flókið og þungt og eins og hann sagði, það hefur ekki leitt til beinna átaka, minnst ekki út á götum. En þá kemur kannski líka reyndar þessi menning, þessi mótmæla menning eða umræðu menning sem okkar Íslendinga. Það kom hérna fram að þetta væri kannski einhver einveldis hugsun eða við værum vönir að hlýða og það kom kannski mjög greinilegi ljós í mótmælunum eftir hrunið að menn stóðu á Austurvelli endalaust og hentu eggjum í þinghúsið en það datt engum í hug einhvern veginn að fara með kúamykju og skella inn í bankana eða endurskoðunarskrifstofunar. Þú veist, það sturta bara skít yfir, þar að segja einhvers konar tákgrænar aðgerðir sem geta skipt mjög miklu máli ef þær eru rétt tímasettar. Og þess vegna það þannig að ég held að þetta sé alveg rétt að sem Sólveig Anna að tala þessi verkefni framundan sem kannski ekki endilega mjög glæsileg, en ég verð að segja, manni líður stórum betur eftir að Sólveig Anna og fleiri þessi nýja verkalýðsforysta kom til sögunar, þar sem verið að reyna að efla verkalýðshreyfinguna, þar sem virkilega verið að tala grundvallaratriði í kapitalismann. Hins vegar má segja að ef menn hafa stjórnvöld sem eru allavega samsett á Íslandi eins og bara núverandi ríkisstjórn, ef það eins og alltaf stuðpúð í öllum málum, þá hætt við því að það gangi mjög seint að knýja fram breytingar á kjörum fólks beinlínis, ef ekki tekst að sýna kapitalistunum nægilega hörku og einhvern veginn að sýna þeim í tvo heimana. Og það þarf bæði að gera auðvitað með þessum hefðbundnu aðferðum verkalýðshreyfingarinnar, en líka á stundum finnst mér að það þurfi að koma með, eins og frönsku bændurnir, að koma með kúamykjunni í kerru. Svona sem dæmi. Það er frjó pólitísk barátta götunar. Já. Herðu, Ragnar, hérna þú baðst þetta málefni, telur að við höfum farið sómasamlega yfir það? Já, ég vona minnst kosti að þeir sem að okkur hlusta, að þeir gerir sig grein fyrir því að rétturinn til uppreisnar er gamalt fyrirbæri og að hann utan stjórnskipunarinnar í mörgum tilvikum en ekki alltaf, þessi réttur til uppreisnar. Hann notað til þess að breyta stjórnarfyrirkomulaginu í landinu án þess að notast við þau lög sem að gilda breytingar á stjórnskipuninni. Og það það sem að einkennir svona uppreisnir eða byltingar og við sjáum þetta vítt og breytt heiminn, við sjáum þetta ekki síst í Suður-Ameríku nýlega, þar sem fólk fór út á götur og það leiddi til þess að stjórnvöld urðu að láta undan og leyfa fólkinu að kjósa sér fólk til þess að búa til nýja stjórnskipun. Hvernig sem það tekst svo til annar mál. En það þarf ekki alltaf blóðugar byltingar til þess að breyta heiminum. Það eru alls konar byltingar, sumar hættulegar og aðrar ekki. En það eiga að leiða til lýðræðislegra umbóta sem að felast í betra samfélagi fyrir alla. Og þetta bæði réttur okkar og borgarleg skylda að gera hvað við getum til þess að bæta samfélagið. Við sittum hér. Ég þakka þér kærlega fyrir, Ragnar, að koma og leiða okkur inn í þessa umræðu og baráttu fólkinu, Jórunni Eddu, Sólveig Önnu og það væri Kjartanssyni kærlega fyrir að setja þetta á rauðaborðið og taka þátt í spjallinu, hlustendum fyrir að staldra hérna við. Ég bendi á að það má nálgast þennan þátt og aðra þætti samstöðarinnar á síðum samstöðarinnar, bæði á Facebook og YouTube, og svo líka til samstöðun.is þar sem allir þættirnir eru aðgengilegir. Á morgun verður hér hinn Reykjavík klukkan 5 og svo verður rauðaborðið aftur klukkan 8 annað kvöld og þá fullveldisdagurinn og þá verður umræðuefni fullveldi hverra. En ég þakka fyrir í kvöld.